Komið sæl og velkomin í Hina Reykjavík, þáttinn þar sem rætt við alvöru fólk alvöru málefni. Við erum hér á samstöðun á þriðjudögum og fimmtudögum frá klukkan 5. En síðastliðinn þriðjudag vorum við að tala málefni harkverkafólks og ræddum þá við 2 listamenn sem tilheyra harkhagkerfinu svokallaða og kynntumst aðeins því starfsumhverfi sem margir listamenn starfa í. Listir og menning hefur oft verið álitið svona hálfgert elítu málefni og þrátt fyrir svona hark listamannana. En aðgengi að listum og listnámi hefur að miklu leyti verið takmarkað við börn frá efnameiri heimilum og ekki verið jafn stór partur af lífi fátækra barna og þeirra barna sem af einhverjum ástæðum hafa takmarkaðra aðgengi að samfélaginu. Listnám er gjarnan dýrt og atvinnuöryggið er lítið, en þátturinn á þriðjudaginn, síðastliðinn þriðjudag sýndi okkur hversu mikla ástríðu og seiglu það þarf til að leggja listina fyrir sig sem starfsforma. Það er því miður síður á færi þeirra sem hafa ekki sterkt fjárhagslegt og félagslegt bakland, en okkur langar aðeins til að ræða þetta frekar í dag á svona breiðum grundvelli og opna umræðu hvað við sem samfélag getum gert til þess að svona halda listinni opinni fyrir fleiri hópum og gera svona starfsumhverfi listafólks meira innlimandi og hvetjandi. Því það er náttúrulega mjög mikilvægt að listin endurspegli samfélagið og höfði ekkert síður til þeirra sem hafa annan reynslu heim en telst til svona hins hefðbundna og almenna. En til þess þarf náttúrulega að gera listina aðgengilega og ókeypis og á sama tíma þurfa listamenn að eiga í sig og á svona til þess að það sé raunhæft fyrir efnaminna og alls konar fólk að starfa í listgeiranum og búa til og neyta listar. Nú hjá okkur í dag eru þau Dr. Inda Eldborg sem er listfræðingur og ein af þeim sem heldur út í Gallerí 78 sem er til húsa í húsakynnum Samtakanna 78 við Suðurgötu. Og María Thelma Smáradóttir, leikkona, og Guttormur Þorsteinsson, bókavörður í Kringlubókasafni. Verið öll velkomin. Og svo er hérna Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. En hún náttúrulega, það þekkja flestir hennar sögu sem barn sem ólst upp við fátækt. Og við kannski byrjum á þér, Sanna, ef að þú vilt kannski segja svona þína upplifun af list og menningu svona þegar þú varst að alast upp. Já, þegar ég hugsa svona list og menningartengda viðburði og að taka þátt í þeim, að þó við vitum náttúrulega að list sé alls konar, að þá svona viðurkenni ég að þegar ég var yngri að þá svona kannski var viðhorf mitt til menningartengdra viðburða og lista svona já, hvað er þetta og þetta er nú bara eitthvað svona fyrir fólk sem hefur tíma og pening til þess að vera að sinna og ég og mamma getum ekkert eitthvað verið að leyfa okkur einhvern veginn að fara á svona viðburði, þetta kostar allt pening og að sama skapi þá að þetta væri eitthvað svona kannski sem væri óþarfi og að þetta væri mitt fyrir þá einstaklinga í samfélaginu sem að höfðu fjárhagslegt öryggi til þess að vera að skapa list og að ég bara svona lengi vel kannski skildi ekki list og setti bara dálítið svona stóran stimpil á þá list sem eitthvað svona eitt stórt sem að ég bara áttaði mikið á. Og list fyrir mér var þá í rauninni bara uppáhaldslögin mín að hækka þá í útvarpinu þegar uppáhaldslagið mitt með Destiny's Child eða Pink kom og geta þá einhvern veginn heyrt það og bara eitthvað, yes, þarna er uppáhaldslagið mitt, núna næ ég að hlusta á það og Pop TV, ef þið muni eftir því, þegar það var og í bönkunum, núna er ég að muni eftir EVE, Eve, rapparinn, söngkonan, hún var í miklu uppáhaldi á mér, þannig það var svona mín list og þegar að bankarnir, mér minni nú að Arion banki á Hlemmi hafi verið með sjónvarp, þannig að ég svona fekk mína list í gegnum söng og rapplög en já, svona að svona kannski menningarlæsi og það er eitthvað sem ég bara svona skildi ekki áttaði mikið á og
afgreita kannski í mínum huga sem barn sem bara eitthvað svona snobb og eitthvað svona fínt og bara eitthvað svona þetta greinilega fyrir fólk sem að getur valið, þarf ekki að hafa áhyggjur og getur einhvern veginn verið bara eitthvað svona dunda sér með einhverjum vasslitum og er bara eitthvað svona mála. Og ég veit að þetta hljómar mjög neikvætt af því að við þurfum náttúrulega list í okkar samfélagi, við þurfum listsköpun, við þurfum rými til að tjá það sem við erum að hugsa, tjá alls konar í samfélaginu okkar og listsköpun er náttúrulega bara getur verið rými fyrir baráttu en mér finnst þetta kannski bara byggja á því að náttúrulega þegar maður elst upp við fátækt og þá hefur maður oft ekki aðgengi að miklu og bara svona afgreiða það bara út frá sínum svona veruleika. Þannig að það kannski svona útskýrir hvernig maður hefur afgreitt ýmislegt hjá sér en já, þannig að ég kannski var stundum bara já, ég skil ekki svona málverk og eitthvað svona, þetta meikar ekki sens fyrir mér svo ég sletti. Ég held einmitt að þetta sé bara upplifun ansi margra í samfélaginu. Þannig að það er einmitt gott bara að fá þessa umræðu og einmitt frá svona breiðum grundvelli. En ég kannski byrja á að varpa til þín Guttormur. Þú ert bókavörður og ert að vinna í Kringlubókasafni og þið eru með, ég kannski byrja á að segja að bókasafnin okkar eru kannski svona okkar sósíalísku stofnanir þar sem að einmitt fólk getur haft aðgengi að alls konar ókeypis list og listviðburðum en fólk veit ekki endilega af því. Þannig að þú kannski segir okkur aðeins frá þínu starfi og svona hvað þið eru að bjóða upp á. Já, takk fyrir. Já, það er náttúrulega svona bókasafnið allavega svona leitast við að vera það sem við kallum svona þriðja staðinn, það sem að getur komið utan vinnu og heimilis og svona bara verið, gert það sem við langar til að gera og þetta er alltaf svona eins og kaffihús nema þú þarft ekki að borga fyrir að vera á bókasafninu, það má hver sem er koma á bókasafninu og við náttúrulega bjóðum líka akkurat upp á bara við erum í Kringlunni, höfum verið með kaffi og svona og bara stað til að læra og setja stað en svo náttúrulega erum við líka með viðburði og ég hef svona aðeins verið í því að skipuleggja viðburði fyrir Kringluna og þeir eru eiginlega næstu því allir ókeypis þannig að svona það er allavega markmið okkar að vera með viðburði fyrir alla en það verður alltaf viðurkennast að sko svo stór hópur eða sko stærsti hlutin af þeim sem að koma á viðburði hjá okkur og bara allstaðar og rauninni kannski svona halda uppi eða allir svona menningarneyslu á landinu eru náttúrulega konur á miðjum aldri og upp úr og það er langstærsti bæði sko kúnnahópur safnsins landþegar og þeir sem koma á viðburði. En svo er kannski sko þá reyndar kannski svona gestir okkar séu kannski fjölbreyttari hópur. Það er við náttúrulega bjóðum upp á fleiri þjónustöð bara viðburði og bækur. Þannig að það kemur svolítið á svona líka eldri köllum til okkar og sest og foreldrar með börn og fólk af erlendum uppruna sem er að nýta sér til dæmis komast í tölvur hjá okkur, prent út og bara sitja og spjalla og svona. En svona þegar kemur að viðburðunum þá höfum við verið að reyna svona höfða til fleiri heldur bara þessa svona fasta hóp svona sem við getum svolítið gengið að vísum. En við höfum reynt að vera bæði með svona viðburði sem fyrir kalla og krakka og fólk af erlendum uppruna og svo náttúrulega niðri í bæ sko þá höfum við hinsegin bókasafnið og það er svona smá sérhæfing í gangi eftir söfnum sko líka þeir Grófin er með sem sagt hinsegin safnið og Gerðuberg er náttúrulega svolítið mikið með svona viðburði fyrir fólk af erlendum uppruna og líka bókmenntaviðburði ýmiss konar. Söguhringur kvenna til dæmis hefur verið svolítið svona í Gerðubergi.
já, og en svona, já. Já, einmitt. Er ekki líka bókabíllinn? Það ekki eitthvað? Jú, hann akkurat gerður út frá Kringlunni. Ég vann á honum í nokkur ár og hann náttúrulega svona, markmið með honum akkurat að fara á svona staði sem að eru kannski ekki nálægt neinu bókasafni. Og markmiðið hafi svona upprunalega verið að það væri minna en kílómetr í stopp bókabílsins. Og það svona, maður sér það akkurat sko að svona helst, þeir sem nýta sér helst þjónustu bókabílsins eru eldri borgarar sem kannski get ekki komist mjög langt sjálfir og þá stoppum við fyrir utan hjúkrunarheimili og svona, og svo skólar, og sérstaklega höfum við til dæmis svona verið nýtt í það að þjónusta skóla í nýjum hverfum eða svona reyndar einkaskóla líka sem ekki með sín eigin skólabókasöfn, og þá hafa þau fengið aðgang að sem sagt bókabílnum og þeim svona barnabókunum sem við erum með þar. Já, einmitt. Já, ég kannski fer næst til þín, Inda, af því að ég var svo heppin að komast á mjög skemmtilega leiðsögn hjá þér á sýningu sem að þú stóðst fyrir niðri í Grófar bókasafni einmitt hinsegin list í gegnum tíðina. Getur aðeins sagt okkur frá þessari, þetta var sýningin út fyrir Svega. Aðeins sagt okkur frá þessu og svona þínum störfum. Já, þetta var mjög mikilvægt skref í rannsóknarvinnu minni varðandi sögu hinsegin listar á Íslandi, og þetta var í samvinnu við bókasafnið og Borgarskjalasafn og samtökin 78, og það svona forsaga þessu því að svona undir lok doktorsnámsins út á Englandi að þá var ég farin að líta á hinsegin list á Englandi og var byrjuð líka að hugsa hvað hefði verið að gerast á Íslandi, þannig að þegar ég kom svo til Íslands að þá fór þetta af stað svona í kringum 2014 og sýningin þarna utan Svega, myndlist og samtökin 78, var helguð þeim sem að fóru af stað, voru svona á meðal þeirra fyrstu sem að sýndu hjá samtökunum. Fyrsta sýningin var upp í Brautarholti þegar samtökin voru þar 1985 og síðan hefur listasagan, hinsegin listasagan, verið í gangi hjá samtökunum alla daga síðan. Hún hefur horfið, komið aftur og svona, og ég vildi svona gera grein fyrir þessari sögu pluss öðrum atburðum sem að tengdust hinsegin myndlist en voru ekki tengdir samtökunum. Þessi sýning sem átti að vera í Norræna húsinu og var ritskoðuð út árið 83 og síðan var Böðvar Björnsson með málverkasýningu á Kjarvalsstöðum 84. Þannig að það var svona, þetta var sambland af svona brautryðjenda að gera grein fyrir upphafinu og því sem hafði gerst og hvernig það hafði týnst og orðið ósýnilegt, og varð allt í einu þarna komið tækifæri til þess að gera þessa sögu sýnilega fyrir mjög stóran hóp fólks og reyna, og ætlunin auðvitað að finna hinsegin listinni pláss innan listasögu þjóðarinnar. En eins og við vitum þá búið að halda henni rækilega fyrir utan. Já. Þannig að við erum á leiðinni inn. Já, einmitt. Þetta var nefnilega akkurat, við erum oft svo fljót að gleyma og það einmitt að því að nú hefur náttúrulega réttinda bara átt að hinsegin fólks verið mjög sýnileg
allavega svona innan vissra hópa, ég veit ekki hvort það sé bara bergmálsklefin eða hvað, sko. En þegar ég fór í gegnum þessa sýningu undir þinni leiðsögn, þá svona rifjaðist upp fyrir manni, ég er fædd 1974, þannig að ég er að alast upp þarna milli 80 og 90 og svona, þannig að maður svona fór tilbaka þess bara, já, þetta var ekki alltaf jafn svona sýnilegt, þú veist, það var ekki gleðigangan, það var ekki allt þetta svona samþykki, samfélagslegt samþykki, þetta var alveg virkilega jaðarsetning og bara fólk kvaldist, það er, þú veist, svona svolítið það sem að maður einmitt fékk svolítið að, svolítið leiðsögn í gegnum þessa sýningu. Og kannski þú getur aðeins sagt okkur pínlítið frá því. Já, frá endurtaka leiðsögnin eða? Nei, ég held að við höfum ekki tíma til þess því miður, kannski við annað tækifæri. Já. En svona þetta var alveg raunveruleg jaðarsetning og bara útilokun. Já, sko, það þetta var þannig, sko, að það þýddi ekkert að senda fréttatilkynningar sýningar í fjölmiðla. Það var sýning í samtökunum 78, það sinnti því ekki, þetta var bara hreinlega ritskoðað út. Þetta var ekki með. Já. Og það var ekki fyrir en í kringum 2000 sem að samkynhneigð myndlistarkona fékk viðtal í Vísi út af vegna sýningar sem að hún var með í samtökunum. Já. Og pælið því frá 78 til 2000, þá bara, þú veist, falið. Já. Og síðan gerðist það að það var svona einhver smá sprengja í kringum 99 eða eitthvað svoleiðis sem að var gefin út stór bók þar sem var verið að fjalla svona alls konar hinseginleika og fleira slíkt, en það var aldrei haft samband við samtökin eða listafólk sem hafði sýnt hjá samtökunum til þess að taka þátt í þessu. Þannig að þetta var bara, afsakið þó ég segi það, nei, ég ætla ekki að afsaka það, þetta var bara hópur af strákum sem að voru komnir saman og nú segja, já, nú skulum við hneykslað smáborgarana með því að sýna þeim einhvern öfugugátt. Þannig að hinsegin fólkið, það fékk ekkert að vera með. Nei, einmitt. Og núna, þetta er ekkert auðvelt, ekki einu sinni í dag, að fá fréttatilkynningar og umfjöllun. Menningarþættir RÚV hafa verið mjög duglegir og sýnt starfseminni í Galleri 78 áhuga og líka sýningunni í fyrra sem var niðri í Grófarhúsi. Og svo er líka miklu meira að gerast, það er þessi sýning sem heitir Regnbogaþráður út í Þjóðminjasafni sem var opnaður 2018 og 40 ára afmæli samtakanna. Það er ennþá í gangi og það var búinn til hópur sem vann það ásamt Þjóðminjasafninu og ég bara held í fram að ef ég hefði ekki staðið upp hjá samtökunum sagt að hinsegin fólk væri ósýnilegt í Þjóðminjasafninu, þá hefði þetta aldrei orðið. Ekki einu sinni regnbogafáninn var á færibandinu sem á þá að vera saga 20. aldarinnar á Íslandi. Já, mér var sagt, já, hann er settur upp svona á hinsegin dögum, þá getum við regnbogafánan. En nú er hann búinn að fá fastan sess þarna í sögu 20. aldarinnar og fólk getur rakið sig í gegnum söguna mjög auðveldlega.
Og svo var líka sko önnur sýning, Regnbogabraut, falin saga í 1200 ár, þar sem að 3 listamanneskjur, hinsegin listamanneskjur, unnu út frá þemum frá regnbogaþræðinum. Þannig að síðasta ár og 2018 var bara gósen tíð fyrir myndlist hinsegin fólks. Já, og við vonum bara að það verði áfram. Eða halda hérna lofti, já. Já, ég ætla ekki að gefast upp, sko. Nei, það er gott. Nei. En allavega, kannski svo við gefum kannski Maríu aðeins orðið næst. Þú ert leikkona og af blönduðum uppruna. Já. Og ég sá viðtal við þig þetta atriði. Hvernig fórst þú út í leiklistina og komst á þann stað sem þú ert í dag? Getur aðeins sagt okkur? Já, ég meina, ætli ég hafi ekki bara byrjað eins og allir aðrir. Ég fór í FG á leiklistabrautina þar og sótti síðan í Listaháskólanum og komst inn þar og hingað er ég komin, svona í stuttu máli. Já, af því að einmitt það ég á dætur af blönduðum uppruna og þannig að ég kannski þekki aðeins inn í þennan reynsluheim, þó ég þekki á einu skinni. En er svolítið til dæmis eins og með hlutverkaval og annað, er þitt aðgengi til dæmis að hlutverkum það sama og þeirra sem eru meira hefðbundið íslenskir í útliti? Hvernig hefur þér fundist það? Sko, ég man þegar ég var unglingur, þegar ég var að byrja í leiklistinni í FG, svona 16-17 ára, og svona áður en ég var búin að taka ákvörðunina að leggja þetta fyrir mér, að þá var ég alveg gríðarlega hrædd að þetta myndi vera mikill mótvindur fyrir mig, sko. Ég var alveg rosalega hrædd að ég myndi ekkert komast inn í skólana eða leikhúsinu og svo framvegis, einfaldlega því ég hafði ekki séð það áður. Og ég náttúrulega bara áttaði mig því að það er einfaldlega út af þess, þetta er bara mjög venjuleg tölfræði, það er bara að því að við erum það fá sem að sækjum og svo erum við einfaldlega það fá sem að síðan komast inn í skólan. Við erum ekki nema bara 2 sem höfum útskrifast úr Listaháskólanum og síðan hafa einhverja aðrir sótt nám úti og komið síðan aftur heim. Þannig að við erum, held ég, 6 eða 7 einstaklingar inn á Íslandi sem eru með annaðhvort blandaðan bakgrunn eða af erlendum uppruna. Hvað varðar hlutverkavalið, sko, það er nefnilega málið, maður finnur ekki fyrir því hvaða ákvarðanir eru teknar hvað varðar hlutverkina því að ákvarðan er ekki tekin svona beint fyrir fram á mann. Og svo, en samt hefur þetta líka þjónað manni alveg gríðarlega mikið. Og þetta var ákvörðun hjá mér sem að ég tók bara fyrir sjálfa mig, að ég myndi líta á þennan eiginleika sem meðbyr, að því að þar liggur þetta allt saman. Þú veist, það væri svo auðvelt, það væri auðvelda leiðin að hugsa, ef ég geti þetta ekki af því ég er svona hinsegin og þá er maður strax búin að tapa, sko. Í staðinn að hugsa, ég geti þetta af því ég er akkurat svona og af því að samfélag okkar liggur svona, þá einmitt vinnur þetta með mér. Og þannig að maður hefur alveg stundum samt þurft að taka samtölin, benda á þessi tímamót sem við stöndum á og kynslóðana og komandi kynslóður, hvernig þær liggja, því að þar er hópurinn mjög fjölbreyttur, sko. Þannig að, já, þetta hefur unnið mikið með manni, sko. Kannski fyrst og fremst af því að það er mín ákvörðun að líta á það sem svo. Og og svona sérstaklega hvað var það svona erlend verkefni,
af því að það svo mikil svona gróska, kvikmyndagróskan hérna á Íslandi hvað varðar erlendan markað líka og þau eru miklu lengra komin hvað varðar, þú veist, diversity og þannig að ef þau eru að leita að fjölbreytileika, þú veist, þá það bara hvort það hringi mig eða þessa og þessa, sko, freygt. Þá hringi ég frá. Já, ég kemst ekki og getur hringt í þennan kannski. Nei, en og síðan líka hafa komið upp aðstæður þar sem að hafa algjörlega komið mér á óvart, þú veist, ég var algjörlega búin að afskrá það að ég myndi einhvern tíma að fara í pröfu fyrir íslenskt perióduverk og en mér var samt boðið að koma í pröfu og svona, og þú veist, og gekk vel og eitthvað sem ég bjóst aldrei við og það liggur líka svona einhvern veginn í sko þessari ungu leikstjóra kynslóðinni, þú veist, þau eru líka rosalega meðvituð það, fyrir þeim þetta bara svo eðlilegt, þannig að já, þetta hefur bara komið mér alveg svakalega mikið á óvart. Já, af því ég var bara núna áðan að heyra af sýningu sem þú varst með í fyrra, sem ég veit að Sanna vill endilega spyrja þig svolítið út í. Hún brennur í skinninu, þannig að ég er kannski að. Já. Ef ég man rétt þá hét sýningin Velkomin heim og þetta einmitt svona, ég hef mikinn áhuga á því hvernig list getur sagt ákveðna sögu, þannig að það kannski spurningin, getum við notað list til að segja sögu og varst að segja ákveðna sögu með þessu og svona kannski hver sú saga og skilaboðin voru og hvernig það á erindi inn í íslenskt samfélag. Já, algjörlega. Ég ákvað að segja sögu móður minnar sem innflytjandi frá Tælandi. Hún kemur hingað til landsins 90 og við vorum í rauninni bara að velta fyrir okkur spurningunni hvað að vera heima. Þú veist, hvað þýðir að vera heima fyrir mér, hvað þýðir að vera heima fyrir flóttamann og innflytjanda og svo framvegis. Þú veist, þetta tilfinning eða þetta bara rými sem við höldum á eftir vinnu eða skóla. Og þú veist, að því að mamma mín, þetta spratt í rauninni allt út frá því að ég spurði mömmu mína sko hvað það fyrir að vera heima, af hvernig líður henni sem hún sé heima þegar hún á Íslandi, en ekki út í Tælandi til dæmis. Og hún sagði einfaldlega að það væri bara friðurinn og öryggið og tækifærin og þið systurnar fæddust á Íslandi og síðan kynntist ég pabba hennar og hann íslenskuna, fyrir mér það heima. Þannig að ég sem leikkona þá ákvað ég að gefa þessari sögu rödd, plattform, í vonum að við gætum fundið samhljóm í hver öðru, af því að það svo áhugavert að skoða það að frá því að við fæðumst og síðan verðum við fullorðin að það myndast einhvers konar gjá og þetta hugafar við versus þið kemur einhvers staðar þarna á lífsleiðinni. Þannig að ég líka nota þennan vettvang sem pláss fyrir umræðu hvað var það svona litlu hlutina, eins og til dæmis ef að manneskja talar ekki tungumálið, en hún að reyna, hún skilur hvað hún meinar, en á móti fær hún kannski einhvern pirring og þú veist þessi áminning við tölum öll sama tungumálið, en það kannski ekki sama tungumálið, þannig að við verum kannski stundum að vera þolinmóð. Og síðan ákvað ég líka að gefa þeim sem eru blönduð tækifæri að finna samhljóm. Og þar tala ég hvernig að vera blönduð og alast upp í íslensku umhverfi, en samt maður samt ekki íslenskur, samt ekki tælenskur, en samt maður bæði og allt og ekkert, þú veist, þetta svona, maður einhverju svona limbói, sko. Þannig að, já, við getum aldeilis notað, og leikhúsin, út af það ganga leikhúsin og kvikmyndir og þættir, og þetta er bara vettvangur fyrir sögusagnir. Og og það að vera með fjölbreyttan leikarhóp alveg gríðarlega mikilvægt að því leytinu til að þá erum við að samþykkja fjölbreytileikann. Bara það af því að
bara það að hafa einhverja manneskju sem öðru svo litin segir okkur svo margt. Það segir við sjáum ykkur, við heyrum í ykkur og við viðurkennum ykkur. Þið eruð með, þið eru hér á jafningja grundvelli. Og að því ég meina hverjir eru það sem að horfa á sjónvarp og hlusta á tónlist. Þú veist, það eru börnin sem að horfa á Stundin okkar. Og mér fannst það svo frábært framtak hjá RÚV til dæmis að þar var hann Hafsteinn ráðinn sem þáttastjórnandi á Krakkafréttum. Og að því að þú veist, yngri kynslóðin í dag, þú veist, það 5. eða 10. hvert barn sem eru blönduð, sko, eða lituð, eða hvað það og það svona þetta augnablik, þar sem að fyrstu augnablikir sem við finnum til samhljóma. Og ég man eftir að þegar ég var að leika barnasýningu í Þjóðleikhúsinu fyrir 2 árum og eftir sýninguna þá gátu krakkarnir komið svona upp á svið og fengið að skoða leikmyndina og fá myndir á okkur og eitthvað svona. Og það ein lítil stelpa, brún stelpa sem kemur til mín. Og hún kemur til mín og vil fá að tala við mig og hún var að segja mér hvað væri gaman og svona. Og svo kemur hún svona við hárið á mér og hún segir, og hún svona brún sko, og hún segir svona, þú með svona sítt hár. Ég var bara, já, ég með svona sítt hár. Og þú svona brún. Ég segi, já, ég brún. Þú bara alveg svo ég. Og ég segi, já, við erum alveg eins. Og þarna þetta augnablik svona, já, það líka einhver þarna sem alveg eins og ég. Og ég tilheyri. Og ég á jafn mikið rétt á því að vera henni eins og þessi þarna stelpa og þessi, skilur. Af því að óhjákvæmilega erum við alltaf að reyna að tilheyra. Ef við viljum tilheyra, það okkur bara eðlislegt. Þetta einmitt þetta með sýnileikann, þetta kannski eitthvað líka sem að þú, Inda, ert svolítið að vinna með. Og það náttúrulega, þú veist, að því að list náttúrulega bæði sjónræn og svo hún líka svo mikið tilfinning, af því að þú setur náttúrulega, list náttúrulega bara tjáning á tilfinningum og svona, já, þannig að þetta eitthvað sem þú tengir við með sýnileikann, Inda, til dæmis í gegnum þín störf? Jú, vissulega og þetta með mannréttindabaráttuna að virkja listina til þess að sko taka fjalla mannréttindabaráttu hinsegin fólks með myndlistina í forgrunni. Líka þetta að tilheyra, að koma því sko þessari hugmynd áfram að hinsegin myndlistarfólk það tilheyrir listasögu íslensku þjóðarinnar og það þýðir ekkert að ætla að sko að halda okkur fyrir utan þá sögu og sem betur fer að vaksa upp sko kynslóð af ungu hinsegin fólki sem að tekur þetta mjög föstum tökum og alvarlega að fjalla sinn raunveruleika, sína lífsreynslu, tilvist sína, bæði menningarlega, pólitískt og félagslegt í verkum sínum og það skiptir alveg rosalegu máli og það hafa viljan til að segja við erum við tilheyrum þessu samfélagi, það verður ekki tækt að henda okkur út. Einmitt. Já, það svona. Já, já, svo komum kannski aftur aðeins með svona hlutverki bókasafnanna. Ég varpa því aftur til þín, Guttormur. Þú veist, ykkar svona kúnnahópur og svo framvegis hefur eitthvað, ég veit að þið voru náttúrulega hafi verið með hinsegin bókasafnið og til dæmis voru með sýninguna hennar Indu. Eitthvað svona fleira hjá bókasafnið þar sem að bókasafnið sérstaklega reynir að koma til móts við minnihlutahópa? Já, við höfum alltaf reynt svolítið markvisst sko við höfum alltaf haft svona einhverja viðleitni til þess að reyna að ná til svona hópa sko sem eru kannski ekki þessi svona akkurat þessi fólk sem kemur bara hvort sem sko. Og bæði höfum við alltaf kannski sérstaklega því að allavega í Kringlunni og svona kannski mest orðið vara við það sem við erum að reyna að ná af því að við erum kannski svolítið meðvituð að
það er svona bókmenntir, íslensku bókmenntir sem er alltaf svolítið svona fókusinn upp og það kannski svolítið, getur náttúrulega verið kannski svolítið útilokandi, sko, af því að það er bara, þú veist, þessi svona íslensku kunnátta og allt saman upp og þannig að við náttúrulega erum að reyna til þess að fá inn bara leikskólahópa sem er náttúrulega nú tíma bara mjög fjölbreyttur hópur af börnum og við erum að koma og sýna þeim allt sem við höfum, þú veist, bjóðum upp á og við erum til líka með heimanámsaðstoð fyrir krakka sem eru mikið krakkar sem koma frá heimilum þar sem báðir eða annað foreldri af erlendum uppruna og svo akkurat svona meiri akkurat svona fjölmenningardagskrá sérstaklega í Gerðubergi og það svolítið gaman og já og svo höfum við líka aðeins reynt að vera í sko við vorum á tímabili með spilahóp hælisleitenda sem að fekk að koma og vorum í samstarfi með Rauða krossinn og maður líka sér að það eru sko svona, þú veist, það mjög fjölbreyttur hópur sem kemur og finnst einhvern bókasafnið í rauninni vera og svona staður til þess að koma á þú veist, þó það sé ekki endilega, þú veist, taka bækur en það líka, þú veist, maður sé mjög mikið af fjölskyldum af erlendum uppruna sem koma að vera að taka kannski bækur fyrir krakkana á íslensku og á ensku og svo eru náttúrulega bækur á öðrum tungumálum reyndar ekki í Kringlunni heldur í Gerðubergi og niðri í bæ og þá reynum við náttúrulega að vera með bækur á öllum helstu tungumálum sem eru töluð á Íslandi þó að það sé kannski svona alltaf minna úrval heldur maður myndi vilja en maður sér samt og þú veist, mér finnst það mjög gaman að sjá þú veist, þetta ekki einsleitur hópur sem kemur til okkar og maður svona, við reynum að þjónusta alla, en það svona stundum líka kannski finnst maður aðeins svona ekki ná að gera það eins og maður myndi vilja bæði en maður hefur ekki tíma einhvern veginn til að þú veist, til dæmis þegar fólk að koma og þú veist, að reyna að díla við kerfið einhvern veginn og að koma til dæmis í tölvurnar hjá okkur og bretta út einhverja eyðublöð og díla við svona skrifræði sko, sem alltaf einhvern veginn og kannski ekki rosalega klart endilega á tölvur og það getur verið bæði erlendir verkamenn eða bara, þú veist, eldri borgarar og maður hefur kannski ekki endilega sérfræðiþekkinguna til að einhvern veginn hjálpa fólki eða tíman en svona maður reynir og við höfum svona aðeins verið að reyna að tala líka við svona stærra kannski borgarkerfið upp á að geta þá kannski fært þessa þjónustu meira inn á safnið eða geta bent fólki á hvar bara svo við vitum hvar þjónustan ef við erum ekki einhvern veginn, ef hún til einhvers staðar að við getum þá hjálpa fólki að finna hana eða skapa hana sjálf. Það er alltaf peningarnir svolítið standa í vegi fyrir því. Og svo náttúrulega líka til dæmis það hefur kannski mest verið niðri í bæ sko að þá til dæmis varu fólk sem á götunni sem að getur komið og leitað skjóls og það náttúrulega fylgja því alls kyns svona úrlausnarefni sem við höfum að reyna eiga við að því við viljum náttúrulega vera fyrir alla og það eiga allir að geta komið og allir að geta setið inn í hjá okkur. Þannig að þetta alltaf eitthvað sem maður einhvern veginn að reyna að bæði bæta sig og að svona reyna að hjálpa fólki eins og maður best getur. En mér finnst þetta samt akkurat, mér finnst það skemmtilegt að sjá að það þú veist, það er alls kyns fólk sem kemur til okkar og við náttúrulega, en við erum líka akkurat að leita að, til mig sérstaklega, sko þegar ég í þessum svona viðburða skipulagningu og þá maður að reyna kannski að höfða til fleiri heldur en bara akkurat sem sagt hvernig á miðjum aldri og millistétt og svona en það svona gengur alltaf kannski misvel þannig að maður að leita hvernig maður geti svona náð betur út í samfélagið. Já, ég held nefnilega að sé oft einmitt að fólk bara veit ekki hvað í boði á bókasafninu. Það oft einmitt sem að fólk að spyrja hitt og þetta og maður segir kannski að hefur tékkað á bókasafninu. Og það svona kemur alltaf, já, heyrðu, mér var bara ekki búið að detta það í hug. Þegar bókasafnin einhvern veginn, þau eru þarna, en þú veit ekki alveg, þú veist, hvað það sem þau gera nákvæmlega, sko. En allavega að fara já, svona það sem að, þú veist, já,
að þetta þarf ekki eitthvað svona smá PR? Jú, og algjörlega, sko, og þú veist, ég sé það og bara hjá allskis fólki, sko, sem að, þú veist, þegar ég, þegar maður er að taka leigubíl í vinnuna eða eitthvað og á einhverjum frá milli starfsstaða og þá, þú veist, kannski spyr leigubílstjórinn bara, já, býttu bókasafn í Kringlunni, eitthvað svona, eða hvar eru þið? Hringir fólk í okkur og spyr bara, þú veist, því að það vissi ekki af okkur og vissi kannski síðast að það hefði verið bókasafn í Bústaðakirkju sem flutti í Kringluna, þú veist, árið 2000, þannig að það er svona, þú veist, akkurat, og þannig að við erum svolítið að reyna að finna út úr því hvernig við getum bara, þú veist, gert bókasafni af svona, þú veist, daglegu lífi fólks. En þá náttúrulega kannski, og ég held að okkar svona helsta svona trikk í þessu er náttúrulega leikskólahóparnir sem við erum að koma með. Það er náttúrulega gert bara mjög markvisst. Akkurat. En við þurfum víst að fara að binda enda á þessa umræðu í bili. En mér langar eiginlega bara til að spyrja ykkur svona síðast, af því að list er náttúrulega svona skapandi rými, það á að vera fyrir alla, en því miður þá vill þetta svolítið vera, eins og við sögðum í upphafi, svolítið elítumál. En mér langar eiginlega bara að spyrja ykkur þeirra spurningar, er list lúxus eða sjálfsög mannréttindi? Kannski byrja á þér, María. Já, ég er alveg sammála því að hún er ekki eins aðgengileg og maður myndi vilja hafa hana. En síðan veit ég sko að eins og í fyrra þá fór Þjóðleikhúsið af stað með svona hringferð í kringum allt landið og sendi til dæmis sýninguna mína, Velkomin heim út á land, og aðra barnasýningu og bauð bara upp á leikhús fyrir alla, bara frítt. Og og síðan, ég veit ekki alveg hvort þið halda áfram að bjóða upp á sýningar fyrir leikskólabörn og skólabörn, en ég vil segja að það er lúxus, sko, að mjög mörgu leyti. Því miður. Já. Hvað segir þú, Inda? Er list lúxus? Eða sjálfsög mannréttindi? Og í mínum huga eru myndlist og allar listir grundvallar mannréttindi og einna mikilvægustu grunnþáttum réttindabaráttu hópa og samfélaga allan heim. Þegar þjóðir kynna sig hver fyrir annari þá grípa þær til menningarinnar, eins og við vitum, á Íslandi eru það fornsagnirnar og svo listasafn Íslands og allt þetta. Þannig að ég vil halda því fram að í eðli sínu sé listin mannréttindi og baráttutæki fyrir betri heimi. Þetta svona mál að með því að láta kosta inn á söfnin hér í borginni, þá verið að gera listina og menninguna og söguna okkar að lúxus og munaðarvöru sem að hreinlega ekki allir hafa efni á að nýta sér. Það var hreyfing fyrr á þessari öld það sko að hafa ókeypis inn á söfnin. Það var lengi vel svo allt í einu bara þurfti endilega að fara að reyna að moka peningum út á það. Já, til dæmis öll stór söfn á Bretlandi hafa ókeypis aðgang. Það eru stórar svona blockbuster sýningar, þess að það væri Andy Warhol eða eitthvað. Stór yfirlit sýning, það myndi kannski kosta 8-10 pundin á hana, en sko þessar grunnsýningar, það sem að menning og saga, listar og þjóðar eru raktar, það á að vera ókeypis. Alveg svo það á að vera ókeypis í strætó. Já, nákvæmlega. Til þess að komast á söfnin.
Nákvæmlega, Má góður. ég skjóta inn í? Já. Bara, þetta er svolítið hægt að ég hafi miskilið spurninguna. Já. En ég meina sko, mér þykir það leiðilegt að því hún er ekki aðgengileg að því leytinu til og hún er svo gríðarlega kostnaðarsöm. Það er rosalega dýrt að fara í leikhús og að því leytinu til er hún ekki aðgengileg. Og hún er algjörlega grunnþörf og ætti að vera algjör mannréttindi 100%. Takk fyrir þessa viðbót. Ég skildi alveg hvað varst að meina. Ég er ekki þannig að segja þetta vera svona. En takk fyrir þetta. Hvað segir þú, Guttormur? Er list lúxus? Já, það er alltaf staðreyndir svo sum list er lúxus, en hún alltaf ætti ekki að vera það. En list er alltaf líka bara alls konar, það er allt, poplög eru list og ég held að það sé kannski ekki mjög mikill lúxus og við því miður, eins og með söfnin að það kostar að vera bóksaskírteini hjá borginni, vísur eru náttúrulega ókeypis fyrir suma hópa, en börn og öryrkjar sem fá fritt. Já, öryrkjar, eldri borgarar og ég held að hælisleitendur hafi líka fengið svona allavega það var eitthvað prógram sem var á tímabili. En maður sér það samt þessi, þó 2500 kall á ári sé ekkert rosa mikið, þá sér maður að það samt þó að það sé ekki mikil útilokun, þá er hún það fyrir suma, það er fólk sem hefur ekki efni á því allavega á þeim tímapunkti sem kemur til okkar. Og það er nefnilega alltaf svolítið leiðilegt, það er þessi, það er meira að segja á bókasöfnunum, það er svona smá pressa á að skila inn einhverjum tekjum sem eru náttúrulega bara smá peningar í rauninni með það sem að kostar að reka bókasöfn. Þannig að mann finnst svolítið sorglegt að sé ekki hægt bara, taka út þennan smá pening, sem er í árgjaldinu á bókasöfnum og kannski hærri sektum heldur en þetta að vera og svoleiðis. En líka varðandi bókmenntirnar og það, ég meina við erum náttúrulega með, það er ekkert allar bækur, einhver hámenning, eða einhver svona útilokandi, einhver elitu menning, þannig að við erum með allar bækur, við erum með rauðu seríuna og allt saman. Eitthvað fyrir alla. Akkurat. En kannski ég gef þér loka orðið Sanna, eftir þessar umræður. Já, lúxus eða mannréttindi, ég held að list sé bæði. Mannréttindi á þann veg að stundum höfum við bara orðin okkar og líkamann okkar eða tæki eins og myndavél til að festa á filmu þar sem að að gerast og úr því verður eitthvað sem að verði þá á list sem að við nýtum í mannréttindabaráttu okkar til þess að vekja athygli á einhverju og eins og hefur komið fram í þessum umræðum að þá list í rauninni rými til þess að enduróma raddir og segja sögur og það að fallega við listsköpun en lúxus að því leytinu til að þú getur ekki alltaf fengið að taka þátt og svona verið, neytandi listarinnar ef þú ætlar kannski að fara í leikhús og kaupa snakk og gosflaskan sem mjög lítil kostar kannski 490 krónur og þú ætlar að kaupa handa þér og barnanum þá þetta orðið ansi mikið og líka varðandi til dæmis að ég kem bara örstutt inn á eins og barnamenningarhátíð eða það kannski alls konar gjaldfrjálsir viðburðir og þú vilt kannski fara með mömmuðinni en hún kemst ekkert með þér af því að hún alltaf í vinnunni af því að hún í auka starfi af því að starfið sem hún í kannski svo illa borgað og það kannski sveitarfélagið sem að stendur fyrir barnamenningarhátíðinni sem að borginni svo láglaun og hún getur ekki tekið þátt í því að njóta dagsins með þér á barnamenningarhátíð þannig að lúxus eða ekki og en ég sé uppáhalds listaverki mitt núna þessa dagana mjög oft og margir geta séð það ókeypis og það Graff og það stendur Capitalism Sucks. Það eru mjög góð loka orð en við þurfum því miður að hætta í þessu núna ég vona að við fáum tækifæri til að halda þessari umræðu áfram en við langar bara til að þakka viðmælendum í dag innilega fyrir komuna, Dr. Inda Eldborg, María Thelma Smáradóttir og Guttormur Þorsteinsson. Innilegar þakkir fyrir spjallið og bara gangi ykkur öllum vel í ykkar störfum.
og við kveðjum héðan úr hinni Reykjavík. Takk fyrir.